Föstudagsþátturinn heldur áfram á fullu spani og við ætlum að fara næst yfir í svona umhverfismál og vistvænar vörur öllu heldur því að í þvottahúsinu Höfða hér á Akureyri hafa þau verið með á boðstólum vörur frá Fill sem breskt fyrirtæki. Vertu velkomin Olga Ýr Björgvinsdóttir frá Höfða. Takk kærlega fyrir. Segðu mér frá því, hvernig kom það til að þið fóruð að bjóða upp á þessar umhverfis- og vistvænu vörur? Já, þetta var pínulítið tilviljun. Eða þess að segja, pabbi minn sem á og rekur Höfða, hann var að leita sér að sápuframleiðanda. Já. Og hann leitast aðeins, eða bara að skima eftir sápuframleiðanda og það einn kunningi hans sem að bendir honum á þetta fyrirtæki. Og hann ákveður að slá til og hann fer til Bretlands og fer og hittir þá feðga sem eiga þetta fyrirtæki. Og þannig verður þetta raun og veru til. Hann kemur heim og segir bara hvað ég að gera með þessa vöru. Þetta bara frábært. Já. Þetta bara algjörlega eitthvað sem vantar á markaðinn. Einmitt. Og þetta svona bara lína allt frá handsápu og upp í svona sterkari og þvottaefni og yfir í bara hreinsiefni, salernishreinsi og allt mögulegt, ekki satt? Jú, það svo svona vinsælustu vörurnar okkar handsápa og uppþvottalögur og svo erum við með fljótandi þvottaefni. Það eru svona langvinsælustu vörurnar. Svo erum við með eldhúshreinsi, við erum með duft í uppþvottavélina, þvottaduftið, við erum með, bara alla línuna sem ætti að þurfa fyrir þrifin. Já, og hugmyndin að þetta sé síðasta flaskan sem þú kaupir, það ekki, af þessu tiltekna efni því að svo kemur bara og fyllir á. Já, jú, einmitt. Það sem sagt, flaskan úr hertugleri og hún lítur svona út og hún viljandi gerð, svona stílhrein og þannig að fólk vilji raun og veru ekki hendinni. Það svona tilgangurinn með því. En hún úr hertugleri og það sem sagt bara starfsemin okkar bara leynt og ljóst áfyllingar. Þannig að þú kaupir þessa flösku með efnin í eða kemur með þína eigin og færði eftir vikt eða eitthvað svoleiðis. Það líka hægt. Og svo bara áttu þessa flösku og fyllir á hana. Þegar hún búin þá bara kemur aftur og fyllir á. Já. Þannig að það kaupa flöskur og þurfa að losa sig við þær þá bara úr sögunni. Já, við viljum einmitt koma svona pínu þessum einnota umbúðum út. Já. Það svona, okkur finnst framtíðin í því að kaupa bara eina flösku eða hvað sem hvers konar ílát og eiga það bara og nota það aftur. Já. Og svo erum við líka með að gera svolítið út á svona stóra reiningar. Þannig að við erum með 10 lítra svona kassa með poka inn í. Já. Og við viljum líka fylla á það. Þú veist, við viljum loka svona hringrásinni allstaðar. Já. Við viljum ekki að verði neitt rusl af því að nota fyll. Nei. Og minnka plast. Einmitt, þannig að það græða allir á því. Já. Og það skemmtilega svo samhljómur eins og segir þetta breskt fjölskyldufyrirtæki, þetta Fill og þetta eru feðgar og svo eru þið feðgin í Höfða, þannig svona skemmtilegur samhljómur þar á milli og svona fjölskyldufyrirtæki líka. Já, þetta var svolítið bara svona, finnst mér meant to be. Já. Að okkar feður, pabbi minn og pabbi hans sem að stjórna þessu úti, þeir eru báðir svona, kannski ekki konur á aldur en svona eldri ár. Já. Og þeir eru svona pínu að leyfa yngri kynslóðina að koma inn og með svona ákveðnar áherslur sem eru bara nauðsynlegar í samfélaginu í dag. Já. Umhverfisvænar og stílhreint og Einmitt, það hefur náttúrulega orðið gríðarleg vitundarvakning í þessum málum á undanförnum árum. Já. Og bara eiginlega, sem betur fer kannski komist í tísku að vera umhverfisvæn. Já, sem betur fer. Ég vona að það bara gerist ennþá meira og fólk versli frekar í stærri einingum. Og af því að það í raun og veru á endanum hagstæðara líka að kaupa sér 10 lítra af handsápu því að hvað tekur maður með sér oft handsápu í bónus, skilur, eða eru maturubúðum. Þannig að það svona, þú veist, þetta tikkar hratt, og ég held að fólk kannski átti sig ekki alveg á hvað við notum mikið af þessu í raun og veru. Nei. En svo viljum við ekkert endilega að fólk sé með fullan skáp af hreinsiefnum og sé að henda því og kaupa Fill. Við viljum endilega að fólk klári efni sína því það er ekkert umhverfisvænt að henda öðrum efnum. Nei, að sóa, nei, akkurat. Þannig að bara þegar að brúsin búinn og jafnvel bara koma með gamla Ajax-brúsan og fá einhvers konar hreinsiefni frá okkur, þá er maður svona pínu allavega í umhverfisvænni áttina. Já, fikra sig í þá átt. Já, og þessi efni, það lykt af þeim með... Já, við erum með þess að bæði í boði með ilm og svo án ilms. Já. Þannig að fyrir þá sem eru ekstra viðkvæmir fyrir lykt eða
eru einmitt með viðkvæma húð eða eitthvað svoleiðis sambandi við þvottaefni, Já. þá er alltaf hægt að fá allar vörur ánýlum hjá okkur. Einmitt, já, og þvottaefni er ofnæmisprófað og Já, allt þannig já. Alveg fullkomið fyrir litla krakka eða viðkvæma húð eða svoleiðis. Já, þannig að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi í línunni. Já, ég myndi segja það. Já. Algjörlega. Og hvernig hafa viðtökurnar verið? Hefur fólk tekið bara vel í þetta? Mjög vel, mjög vel. Það er við erum komið núna með 19 sölustæði út allt land. Já. Þetta hefur svolítið bara selt sig sjálft. Já. Það hefur bara verið svolítið þannig. Þannig að, já, við byrjum fyrir 1,5 ári síðan að panta eitthvað svona pínlilla pöntun og hún seldist alltaf bara upp. Við vorum algjör vandræðum að halda lager. Já. Þannig að, já, þetta er búið að fara allavega frá okkur bjartastu vonum, sko. Frábært og þeir hafa kannski ekkert undan bara þannig að feðgarnir út í Bretlandi að... Nei, það er í raun og veru allt strand hjá þeim, sko, svolítið mikið og kannski ekkert alveg hjálpa okkur COVID og ýmislegt svona þannig. Nei. Komandi, en þeir hafa, þetta verður algjör sprenging hjá þeim. Já. Bara leiður komið með þetta á markað, þá ég heldur hafa ekki átt að sjá því hvað var mikil eftirspurn. Nei. En þetta er alltaf komast í gír. Við erum öll að ná svona góðu róli. Já, frábær. Og hann er efnafræðingur eða ekki sá eldri af þeim úti í Bretlandi og býr og hannar þessar blöndur sjálfur. Já, hann er með doktorsgráðu í efnafræði og sér að einmitt búa til í rauninu blöndurnar og hann er ennþá eitthvað svolítið innviklaður í starfsemina, og fær alveg að hafa svona sína skoðanir. Já, með puttan í þessu einhverju leyti. Já, þannig að þeir feðgar eru búin að leyfa okkur að taka þátt í vöruþróun og ótrúlega mikið samstarf okkar á milli, sko. Já, frábært. Það hlýtur nú að vera gefandi að geta haft áhrif á vöruna sem að kemur svo til ykkar. Já, og svona algjörlega. Geta brugðist við þá kannski óskum ykkar neytenda. Já, algjörlega. Við bendum einmitt á til dæmis sjampó og hárnæringu strax. Það var svona fyrstu viðbrögðin okkar. Já. Eitthvað eigið sjampó og hárnæringu og vantar svona meira fyrir svona líkamlegt hreinlæti. Og auðvitað þurfa vörurnar að fara í gegnum alls konar prófanir og svoleiðis, þannig að þetta er loksins að lenda eftir ársvinnslu að búa til vörurnar og fara í gegnum öll test. Þannig að það er að koma vonandi næstu svona 2-3 vikum, sjampó og hárnæring og... Já, frábært. Þannig að flóran er alltaf að aukast. Já, algjörlega og þeir bara bregðast við eftirspurn. Þannig að ef eitthvað vantar þá þeir bara græja það. Já, einmitt, magnað. Og þessi 19 sölustæðir og allt land þá, eða? Já, við erum komin alveg út á Egilsstaði og svo alveg hinum með landinu út á Flateyri. Já, ok. Og ótrúlega skemmtileg saga bak við gömlu bókabúðina í Flateyri, þar sem er núna áfyllingastöð fyrr. Já. Að þar var alltaf 200 lítra tunna af grænsápu. Já. Og það fór svo einhvern veginn og hún var ekki lengur og honum langaði svo mikið að endurvekja það. Það var hægt að fá áfyllingar í gömlu bókabúðinni. Já. Þannig að við erum komið svona svolítið hringinn. Magnað. Já. Þetta er mjög spennandi og bara vonandi að flestir nýti sér það að það sé boði núna að fá svona vistvænar vörur. Já. Og bara takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel. Já, takk kærlega fyrir.